Já, hún Sigríður Eydís, eða Sigga frá Sandi, hún í sóttkví þessa dagana og við ætlum að heyra í henni hljóðið. Sigríður, hvernig hefur það? Ég hef það alveg mjög gott. Áttu nóga mat og birgðir? Já. Ég er með fulla kistu af kjöti og þarf ekkert með því nema bara mjólk og kartöflur. Já. Þannig að ég í góðum málum. Hvernig svona dagurinn? Nærðu að búa til einhverja dagskrá í þessu öllu saman? Hún kemur nú bara svona sjálfum sér. Ég er með eldhúsið undirlagt af bútasaumnum. Já. Stofuborðið er með búsilla. Prjónarnir hjá sjónvarpinu. Já. Svona það eftir í hvar maður í húsinu. Já. En hvað með kallinn? Hvar hann? Kallinn, hann flúði nú bara strax til fjalla. Já. Bara svona eins og við gerðum hér áður fyrr þegar pestir herjuðu. Engin áhætta þar? Nei. En þú varst að koma frá hvað, Spáni? Já, Kanarí. Já. Og þú varst þar... Við fórum 2 vinkonurnar. Já. Og þið ákveðu að fara og átti þá hættu að koma í sóttkví, en þetta allt í varúðar? Já, við gerðum okkur alveg grein fyrir því að við myndum alveg geta lent í þessu þegar við kemum tilbaka. Já. Og bara létum okkur hafa það. Hvað svona erfiðast við þetta? Að vera lokaður inni? Já, ef maður lætur eftir sér að væla yfir einhverju þá það náttúrulega að hafa ekki barnabörnin. Já. Þau eru hérna allt í kringum mig, sko. Já, þannig að það getur verið hættulegt að fara út í göngutúr. Já, maður fer ekki fyrir að vera að skikja. Já. Því þau þekkja þetta nú ekki alveg eins vel og við börnin. Nei. Og þau eru líka sem svo unga, þau skilja þetta ekki. En varstu búin að gera einhver ráðstafanir áður en fórst út eða hvernig var það? Þú kemur heim og átti bara nóg í frystikistunni? Já. Við komum bara þarna 2 nótt og vorum með bíl í Keflavík og keyrðum bara beint austur og vorum konar hérna hádegið heim. En svona, hvað ertu stödd í þessu núna? Hvað áttu mikið eftir? Þetta er 7. dagurinn. Já. Af 14. Þannig þú ert rétt að verða hálfnuð og... Já, þetta kemur. Og ekkert farið að leiðast? Nei, ekki ennþá. En nú hlýtur að hjálpa eitthvað, sko, fjarskiptatæknin að geta samt haft samskipti við barnabörnin. Já, maður ég held að tala flestir við mig úr fjölskyldunni á hverjum degi. En það ákveðið nýjungi því að þú þarft í raun að læsa húsinu bara svo að ættingjar kom ekki hérna vaðandi inn. Já, ekki allir sem vita kannski. Þannig að, já. Þannig að maður stökk ekki inn og bara hæ. Já. En þú ert ekkert slöpp, það engin veikindi með þessu? Nei. Ertu með einhver ráð? Ertu búin að þróa með þér einhver trikk svona þessa fyrstu 6 daga fyrir þá sem að sjá fram á að þurfa að vera heima í sóttkví? Nei, ég hugsa bara sjálfa mig. Já. Ég er svo sjálfselsk. Halda rútínu, dagskrá? Já. Það er bara... En það er ekkert að kvarta með að maður ekki veikur allavega? Nei, það er með ekkert aðmanni, það þarf þess ekki. Það er svo allt í góðu lagi bara. Já. Sigríður, bara takk hérlega fyrir og hafðu það gott það sem eftir. Já, þakka þér.